Héraðsskjalasafn Skagfirðinga varðveiti stórt myndasafn, meðal annars myndir sem teknar voru í Skagafirði á aðvendunni. Sólborg Una Pálsdóttir, héraðsskjalavörður, er gestur í landsbyggðum. Sólborg Una, myndir, við ætlum að fletta myndaalbúminu. Myndir segja sögu. Já, heldur betur. Þetta er auðvitað augnablik, þessar myndir, en það er dýpka skilningu okkar á fortíðinni. Og ég get alveg sagt þér að ljósmyndirnar okkar eru svona vinsælasti flokkurinn. Þetta er það sem fólk sækir í að fá að skoða hjá okkur og nota. En varðveislu gildi það, væntanlega eykst bara frá ári til árs? Já, en auðvitað geta líka bara fágætir atburðir myndaðir. Það getur verið alveg jafn mikilvægt og 100 ára gömlu mynd. Þannig það fyrir kannski ekki alltaf saman, en við missum alltaf elstu heimildina fyrst, það gerist. En núna erum við orðin svolítið hrædd stafrænu myndirnar. Kannski erum við að missa af stórum flokki. Við höfum ekki fengið mikið af stafrænu myndum ennþá. Hversu stórt er myndasafnið ykkar? Eruð þið búin að telja? Það er býsna erfitt að telja, en þetta telur 100.000 mynda. Við höfum ennþá stór ljósmyndasöfn sem við höfum eftir að skrá, þannig við vitum ekki alveg nákvæmlega töluna. Við vorum að fá mjög stórt nýlega frá Stefáni Pettersen, ljósmyndara á Sauðárkróki, og það eru 10.000 mynda. Við ætlum einmitt, eins og ég sagði áðan, að ég fletta myndaalbúminu, ég valdir nokkrar myndir. Fyrsta myndin sem kemur upp á skjáinn, þessi er nokkuð gömul eða hvað? Já, þær upplýsingar sem fylgdu þessari mynd segja að hún hafi verið tekin 1921 og þetta eru hólanemar að fara á krókinn, búin að klæða sig í sitt fínasta púss og það fylgdu nú vísa með sem ég man nú ekki, en innihaldið var að þeir væru að fara að kíkja á stelpurnar á króknum. Og það er svo skemmtilegt að horfa á þessa mynd, sjá hvernig þeir voru útbúnir. Þeir fóru örugglega fótgangandi og þessi flottu broddstafir sem þeir eru með. Örugglega ekki veitt af. Þeir eru að fara yfir ár og svell. Og svo eru þeir í skinnskóm og mér finnst þetta bara alveg dásamleg mynd. En sem sagt að þeir séu með broddstafi, það sýnir svo glögglega að þetta er sem sagt vetrarmynd. Þeir hafa kannski verið að fara að kaupa inn fyrir jólin líka svona og kíka á stelpurnar. Já, ég gæti trúað því. Og ég fór að horfa á aðeins betur á þessa mynd. Það var sagt nú væri tekin á hólum, en ég fór eitthvað að efast þetta þegar ég fór að raða upp myndunum, því að bakgrunnurinn er svolítið grunsamlegur og ég myndi halda að þetta verið tekið á ljósmyndastofu. Við skulum einmitt kíkja á næstu mynd og þarna er bakgrunnurinn hugsanlega sami heiða. Já, ég gat ekki betur séð og þegar ég fór að rannsaka þetta betur, þá var þetta algengur bakgrunnur hjá Pétri Hannesinni, ljósmyndara á Sauðárkróki. En hann rak ljósmyndastofu frá 1915 til svona, fram á 3. áratuginn. Og hér eru tveir strákar. Þeir eru fæddir 1902 minnir mig, og þeir allir sé ekki svona 15-16 ára þarna. En þarna sem sagt fara þeir þá inn til ljósmyndarans og þetta var nú svona, þarna var nú bara snjór á húunum og allt saman. Já, þetta er svolítið merkileg mynd. Kannski var hann að fiffa þetta eitthvað til, en hann nota samt bakgrunninn og ef til var erfitt að taka myndinni í miklum snjó og hann hefur drifið á inn í ljósmyndastofu til að taka myndina. En þarna sérðu, þessi líka með svona broddstaf og á skíðum sem virðist hafa verið býsna algengt að nota á þessum tíma. En svo fatnaðurinn sem þeir eru í, þarna sést nú glögglega hvað klæðaburðurinn hefur tekið miklum breytingum. Já, en hann er alltaf gott að vera með góða húu og vettlingarnir er alltaf góðir. Ég þyrfti að fá með svona vettlinga. Það með 2 þumla og maður getur snúið þeim
þegar maður er búinn að bleita öðrum megin. Heldur að þessi skíði séu heimagerð? Ég veit það ekki, það er ekki gott að segja. Annað þeirra er Valgarð Blöndal og ég held að þau hafa nú verið svona í efnaðri kantinum á Sauðárkróki. Þannig að hann er eflaust geta keypt sér innflutt skíði. En þeir minnstakosti höfðu ástæðu til að fara til ljósmyndara. Já. Og þá skulum við skipta yfir á næstu mynd. Þarna er nú hestur. Já, þetta er hestur. Og maður. Þetta er hann Sigurður Sigurðsson, kallaður Siggi búi. Hann var ráðsmaður lengi á Hólum og mér fannst svo gaman að þetta er svo flott mynd, þarna eru hólar í bakgrunni og svo er til skemmtileg frásögn af hólapiltum. Þeir voru að fara heim í jólafrí 1925 og ætluðu að fara yfir Heljardalsheiði og þá fékk hann Páll Sigurðsson, fékk einmitt lánu skíðin hans og broddstafinn, hans Sigga búa, til að komast yfir heiðina. Og svo er skemmtileg frásögn þegar þau fara yfir heiðina, þeir lentu náttúrulega miklum snjó, voru á skíðum, enn og aftur, virðist vera svolítið algengt og hann segir að allir hafi verið á skíðum og sumir tekið með sér í skólan til að ferðast. Og það er einmitt verið að segja að það sé gott að setja steinolíu á skíðin eða blautur snjór og kertavax eða frost. Þannig að já, ég held við höfum notað skíðir miklu meira svona til ferðalaga á þessu tíma. En þessi mynd, hún er, segirðu hvað, tekin einhvers staðar í kringum 1950? Já, þessi er tekin 1950, töluvert seinna. En þarna sést, sést í Hóladómkirkju, turnin? Já, og skólahúsið, en efst, það eru töluvert snjór þarna. En það maður sér þá líka væntanlega sko hvernig byggðin hefur þróast og þetta er gjörbreytt í dag. Já, heldur betur. Nú, það er örugglega bara, þessi ekki bara byggð eða völlur, það sem stendur þarna í dag. En Sigurður hann var þarna, hann var búmaður á Hólum. Já, hann var búmaður á Hólum. Og næsta mynd sem við fáum upp á skjáinn, þessi er nú svolítið merkileg eða hvað? Já, þetta er því miður eina myndin sem við eigum af svona sleðalest en Skagfirðingar virðist hafa notað töluvert sleða, sitt hesta fyrir sleða á veturnar og sérstaklega fara eylendið. Þessi mynd er tekin í Fljótum, fylgdi allavega þær upplýsingar myndinni og eftir eylendinu var mikið farið á veturnar og við með þess að víða í Skagafirði finnum við svona ruddarbrautir, svona sleðabrautir, það sem fylltist af ís og veturnar og það notaði eins og í Lýtingsstaðarhreppnum. Og það er talað að það veri mikil umferð eylendi, sérstaklega í jólamánuðunum, þegar við verið að sækja örugglega einhver föng heim og það hefur bara verið svona sleð við sleða, þetta er bara verið svona sleðalest alveg. Það hefur örugglega verið gaman að horfa á það. En manni sýnir svona á hestunum að þeir eru að draga þunga hluti, sleðarnir hafi verið þungir. Já, vafalítið. En því miður þá eigum við ekki sleða frá þessum tíma og mér finnst alveg merkilegt að við skulum ekki eiga fleiri myndir. En þessi mynd er tekin í Fljótunum? Já, þessi mynd er tekin í Fljótunum. Og áfram höldum við að fletta albúminu. Þarna er Sauðárkrókur og við sjáum þá þarna á miðri myndinni að þetta er þetta þá sleðabraut eða hvað? Já, ég get vel ímyndað mér sleða að fara þarna Þetta var aðkoman að bænum. Þetta er upp úr aldamótum. Við sjáum að barnaskólinn er komin. Aldamótin 1900, já. Við sjáum að barnaskólinn er komin. Hann var byggður 1908. Þannig þetta er svona 1910-20. Og það virðist að veri notað ég allan að sé fyrir mig sleðan að fara hann inn í bæinn. En þarna sér maður þá líka hvernig byggðin á Sauðárkróki, hvernig hún hefur þróast. Já, þarna erum við að horfa á elsta bæjarhlutan, norðurhlutan gamla bæjarins,
Suðurgatan svona rétt að verða til. Ljósmyndarahúsið komið, það var byggt 1908 ef ég man rétt líka. Og hann Daniel Davíðsson byggði það og það var byggt sérstaklega sem ljósmyndastofa, mjög flott. Og læknishúsið komið, þannig, og það bara svona rétt byrjunin á Suðurgötunni. Og við skulum áfram fletta albúminu og sjá næstu mynd og þarna sjáum við kannski betur sem sagt hvernig byggðin hefur þróast. Já, þessi aðeins eldri, við sjáum að barnaskólinn ekki komin, en hús Ísleifs Gíslasonar, hagyrðings og verslunarmanns komið þarna fyrir framan kirkjuna. Þannig þá getum við sagt, vitum við að þessi mynd hefur verið tekin 1904 til 8. Og það svo margt að gerast í þessari mynd, það svo skemmtileg. Maður sér að fólki að bauka þarna, það fólk að moka og einhver að gera við ljósastaur, það svona stigi upp í ljósastaurinn, maður sér að hann kemur arkandi að ljósastaurnum og Guttó, þar eru 2 menn að brasa eitthvað, kannski undirbúa sýningu því það var búið að byggja við komin sena og kannski var þetta undirbúa leiksýningu, hver veit. Og þarna liggur svona snjórinn yfir torfbæjunum sem þarna undir nöfunum. Það eiginlega bara hverfa, verið fyrirlitunum þarna liggur við. Þetta mjög skemmtileg mynd. En kirkjan, hún áberandi þarna, en í dag þá hefur kirkjan svolítið svona horfið inn í byggðina. Já, þetta var líklega skipulagt þannig að kirkjan var þarna við suðurendan á aðalgötunni og þetta átti að vera svona breiðstræti Sauðárkróks og Popp-kaupmaður talinn vera svolítið hugmyndasmiður á bak við það. Og verslunarhúsin hans og Villanova voru við hinn endan, við norðurnendan á aðalgötunni. En svo voru menn eitthvað óþekkir held ég og aðalgatan þrengdist sumstaðar, var ekki alveg jafn breið og átti að vera. Og síðan var farið að hugsa að þétta byggð, það ekki nýtt fyrirbæri. Og þá var byggt fyrir framan gömlu húsin, þannig aðalgatan, hún þrengdist töluvert svona þegar á leið. En miðað við sem sagt hvar kirkjan staðsett, hún þá, hvað segjum við, syðst í bænum í raun og veru þarna, sem nú aldeilis ekki í dag. Nei, hún í bara miðjum bænum, miðjum gamla bænum sko, neðri bænum. En Suðurgatan, hún byggðist náttúrulega ekki, það voru kannski 2 ástæður fyrir því, það var Sauðáin sem rann þarna yfir og það var, Suðurgatan byggðist ekki fyrir að fara að stjórna henni betur, leiða frá svæðinu og svo var nú við læknisbústaðinn var töluvert stór lóð og sem hann notaði til að rækta og þetta tók svona svolítið pláss á Suðurgötunni. En sem sagt, í læknishúsi, það búið að færa það í dag, eða ekki? Jú, það var fært og þetta læknishúsið núna í dag það sem sýslumaðurinn og lögreglustöðin og það var bókabúð og nú Landsbankinn þarna líka. Þetta ennþá kannski svolítið umdeilt hvort það hefði átt að færa eða leyfa húsinu að vera. En þetta margt merkileg mynd. Þetta mjög merkileg mynd. Og þá skulum við fara yfir á næstu blaðsíðu. Þarna eru nú herramenn. Já, við verðum náttúrulega að hafa hestamynd. Við erum að koma hérna frá Skagafirði, gat nú ekki annað verið. Og mér finnst þetta mjög flott mynd. Þarna erum við einmitt bara við kirkjuna. Og gamli barnaskólinn í bakgrunni sem byggð 1908. Glittir í Sæborg, þarna vinstra megin sem eitt elsta steyptahúsið á Sauðárkróki og lengst til vinstri hann Haraldur Júlíusson, kaupmaður, sem flutti frá Akureyri og á Sauðárkrók 1912 minnir mig. Og við vitum að Jón Pálmi Jónsson, ljósmyndari, tekur þessa mynd og hann rak ljósmyndastofu sína frá
1912 til 15. Þannig við getum svolítið vel sagt til hvernig þessi mynd er tekin. Og Haraldur var náttúrulega mjög áberandi karakter á Sauðárkróki. Og það er einmitt talað og Bjarni Har, sonur hans, sem enn rekur verslunina hans, Níræður, hann hefur sagt mér að pappans var, var eiginlega með sjálfskipaða fjölskylduhjálp. Svona fyrir jólin þá fór hann með vörur heim til fólk sem að vissi að átti ekki of mikið á milli handana. Og vafalítið var það vegna þess að hann ólst upp í mikilli fátækt á Akureyri. Og hann hefur svona vita hvernig fólk leið í fátæktinni, þannig að hann hefur viljað gera þeim eitthvað gott. Við skulum fletta áfram yfir á næstu mynd. Þarna er nú aldeilis leiktæki komið upp. Já, þetta er stórglæsilegur sleði. Þetta er hann Åge Mikkelsen, sonur Frank Mikkelsen, sem var úrsmiður á Sauðárkróki, einn Daninn sem flutti til okkar og hann tók mikinn þátt í samfélaginu. Og hann hefur smíðað þennan sleða fyrir börnin sín og þetta er alveg vígalegur sleði. Þetta minnir mig svolítið bara á sleðan sem dóttir mín á. Þetta er mjög nýtískulegur sleði. Þetta er náttúrulega verið alveg níðþungur sleði, hugsanlega úr rekavið. Gæti vel verið. Það er ekki verið neitt grín að draga þetta upp náðurnar til að renna sér niður kirkjuklöfuna eða eitthvað slíkt. Og þarna hann með Spanjólu, bara nýjasta tíska. Já, þessi mynd, er fæddur 1928 og þessi mynd er tekin upp úr 1930, gerir ég ráð fyrir. Við hefum margar skemmtilega myndir frá Mikkelsen fjölskyldunni. En Danirnir, þeir hafa sett svolítið svona svip á krókinn á þessu tímabili. Já, þeir gerðu það og oft talað að hvað þeir tóku bara virkan þátt í samfélaginu. Frank Mikkelsen var til dæmis slökkviliðsstjóri líka á Sauðárkróki í 25 ár. Þannig þeir vildu leggja sitt á mörkum til bæjarins. Og næstu mynd fáum við upp. Þarna er nú bara svona komið á skauta, þetta er bara íshokkí. Já, ég var ægilega glöð þegar ég fann þessa mynd. Ég held ég gæti nú sýnt ykkur hvernig skaffinningar, hvað eru sleipur á skautum. En svo komst ég að því að þetta eru Akureyringar á ferð. Kom að sýna okkur hvernig ég er nú að skauta. Og þetta er tekið 1967 á Áshildarholtsvatni. Sem er rétt fyrir innan Sauðárkrók. Rétt innan Sauðárkrók. Og þetta var svona úr myndaseríu og maður sér alveg að það hefur verið fullt af fólki að koma og horfa á Akureyringana. En þetta er svolítið svona flott mynd og þetta hefur þá bara greinilega vakið svolítið svona athygli þegar er verið að sýna þessa íþrótt. Já, það voru menn þarna, Ingólfur Nikodímusson minni mig, hafi verið mikill talsmaður skauta íþróttarinnar á Sauðárkróki og síðan var líka, er margir sagt mér frá því að það hefur verið jafnvel búið til svell. Bara réttu sundlaugina, það sem tjaldstæði er. Það hefur verið mikið fjör og skautað fram á kvöld. Og við skulum fá upp næstu mynd. Hvaðan er þessi? Já, þetta er úr safni Kristjáns C. Magnússonar sem gaf okkur mikið og flott myndasafn. En þarna er hann sjálfur að tefla skák. Þetta er nefnilega á Vífilsstöðum og líklega hefur hann þurft að eyða einhverjum jólum þar eða heimsótt einhvern aðstandanda. Og þetta er svona íburða mikið og ég fann aðra svona mynd. Þannig að fólk hefur þótt þetta mjög flott skreyting en þetta er svolítið sorgleg mynd líka. Fólk gat kannski ekki verið hjá ástvinu sínum jólin og sendi því mynd af sér. En þetta er mikil skreyting þarna greinilega og svona, hvað heitir þetta í dag, svona músastigar í loftum og svona? Já, borðar og jólatrið alveg vígalega stórt sko. En hann hefur þá hugsanlega sendt þessa mynd heim. Já, ég gæti trúa því. Og fáum næstu mynd upp. Þarna sjáum við nú, já, þetta er aðalgatan eða ekki? Jú, þetta er einmitt úr safni Kristjáns
og þessi mynd tekin 1950 og þarna búið að vera skreita aðalgötuna og við sjáum að það komin ljósa skreiting á milli Sæborgar og Bakarísins og þarna skeifa, auðvitað skeifa fyrir Skagfirðinga. Þetta eitthvað svona lukkuskeifa. En ég þekkir þetta ekki söguna af þessari skreitingu og í dag þetta komið á hvern ljósastöð, skreitingarnar. En eflaust hefur þetta nú tekið töluverðan vind í vondu veðrum, get ég trúað. Þegar maður rýnir til dæmis í þessa mynd vörubíllinn sem hérna fremst, hann með keðjur á öllum sko. Já, þetta verið erfiður vetur. Það K40 sýnist mér. En þessi skeifa, hún ekki ennþá uppi? Nei, hún ekki ennþá uppi. Ég þarf kannski að fara að grafa upp hvar hún Og við skulum þá fá næstu mynd. Þarna erum við nú bara komin inn á hvað, litlu jól eða hvað? Já, þetta úr barnaskólanum á Sauðárkróki, hefðbundin litlu jól, 1900, já, ég minni að þetta hafi verið 67 líka. Og hérna allir í sínu fínasta pússi, horfa á kvikmynd, allir með kerti fyrir fram að sig. Þetta nú svolítið svipað og við þekkjum þetta í dag. Allavega var þetta svolítið svona þegar ég var í skóla, stutt síðan. Strákarnir þarna sem eru aftar, þeir eru bara í jakkafötum og fínir. Já, mjög flottir. Og stelpurnar í sparikjólunum. En þetta hefur væntanlega verið svolítið svona viðburður að fá að horfa á mynd, myndasýning. Já, gerir ráð fyrir því í skólanum. En á Sauðárkróki var hann Kristján, fyrrnefndur Kristján, hann rak og fleiri ráku kvikmyndahús á Sauðárkróki. Þú gast farið í bíó, í Bifröst til dæmis. Og skólastofan ágætlega skreitt hérna, myndir hérna á veggjum, jólamyndir væntanlega sem að krakkarnir hafa gert. Já, við myndum örugglega gera meiri kröfur ljósaseríur, er það ekki í dag? Við skulum fá næstu mynd upp. Þarna komin fjölskyldumynd. Já, ég sakna þess nefnilega að hafa ekki myndir frá svona fjölskyldumyndir frá jólum. Ég finnst það eiginlega merkilegt og ég þarf eiginlega að fara að auglýsa eftir slíkum myndum. En hér Stefán Guðmundsson, alþingismaður, með fjölskyldu sinni og þarna, mér finnst þetta svo merkilegt að þetta úr safni Stefáns Pettersen, ljósmyndara, að þau skildu nú hafa fengið ljósmyndara til að kíkja við hjá sér aðfangadagskvöld. Og þarna jólatréð heldur svona hóvarara heldur en sem við að venjast í dag og Ómar Bragi, sonur þeirra, í madrasafötum, stórglæsilegur. En maður sér þarna einmitt á jólatrénu að perurnar, þær eru þó nokkuð stórar. Já, þær eru mjög stórar. Kannski ekki í samræmi við jólatréð. Við skulum fá næstu mynd upp. Já, ég nefnilega komst að því að líklega var Stefán fenginn í heimsókn til þess að útbúa jólakort. Því ég fann svo jólakort af þessum myndalega pilti. Og þarna sjáum við perurnar enn frekar. Já, já. Og þarna fara að byrja að senda jólakort með myndum af fjölskyldumeðlimum. Og fá næstu mynd upp. Þarna erum við nú komin heim að Hólum. Já, ég ákvað að enda á svona 90-skulegri mynd af jólasveinunum. Þarna þeir víst nýbúin að ræna keti og kertum. Og þarna svona heldur nútímalegri sleði fenginn undir jólasveinana. Og þetta úr ljósmyndasafna Fengi sem náttúrulega töluvert stórt. En jólasveinarnir, skagfirsku jólasveinarnir, hvar búa þeir nú annars? Góð spurning. Ég held að það sé nú svolítið svæðisbundið. En ég bara frá barnæsku hef trúað því að þeir séu lýtingstaðar eitthvað staðar, fjöllunum þar. Takk fyrir að koma með allar þessar myndir til okkar og gaman að sjá þær allar. Er fólk mikið að leita til ykkar og sem sagt að leita að myndum þá? Já, mjög mikið. Og við að leita til þeirra til þess að fá meiri upplýsingar myndirnar. Þannig að þetta virkar í báðar áttir, má segja. Hvernig afleiðu upplýsingar til þess að ég spyrja fólk sem á myndum og svo framvegis? Já, við erum
erum líka með einn svona heldri borgara í vinnu hjá okkur til þess að greina myndirnar og hann mjög duglegur að fara út og spyrja fólk, hitta það og líka bara svona lokka það til sín til að segja sér hvað er á myndunum. En það er mikil vinna á bak við hverja mynd, oft á tíðum. En sérðu svona, fram á svona á næstu árum að þið getið gert þetta svona enn frekar aðgengilegt fyrir fólk og það geti þá komið og spáð og spekulað hjá okkur? Já, við erum nú alltaf að vinna í því að setja fleiri og fleiri myndasöfn á netið. En við munum aldrei setja alla ljósmyndir á netið. Ég held að það sé óraunhæft. En já, við erum alltaf að gera okkar besta og erum alveg sérstaklega skráningarsíðu kringum það. Er það vinsælasta deildin hjá okkur? Ljósmyndirnar? Já, það er allavega mikið sótt í þar og öll eiginlega engaskjöl. Það er þessi persónulegu gögn sem virðist vera svona verðmætust þegar á líður. Því að fólk vill fá svona dýpri skilning af fortíðinni, þá er það engaskjöli. Sólborg Una Pálsdóttir, héraðsdýravörður í Skagafirði. Þakka þér fyrir komuna og gangi ykkur vel. Takk fyrir. N4 er þar sem þú vilt þegar þú vilt. Á heimasíðunni, á Facebook, á YouTube, í tímaflakkinu, á N4 safninu hjá Símanum.